Konina. Ágætu hluthafar og aðrir gestir og þið sem eru að fylgjast með þessu streymi. Býð ykkur velkomin hér á fyrsta ársfjórðungs fjárfestakynningu Síldarvinnslunnar fyrir fyrsta ársfjórðung 2024. Ef við förum fyrst eins og áður í það fyrsta helsta úr starfseminni á fjórðungnum. Það var mikill samdráttur í veiðum og vinnslu á uppsjávarfiskum sökum loðnubrests. Við í staðinn komum vissulega til aukin kolmunnaveiði. Við vorum með mikla birgðasölu á fjórðungnum, það er minnkun í birgðum. Vissulega ákveðinn samdráttur í veiðum og vinnslu bolfisks á tímabilinu. En eldsumbrot á Reykjanesinu hafa einnig haft mikil áhrif á landvinnsluna hjá okkur í bolfiskvinnsluna á Reykjanesi, hjá Vísi. Frystið var í Blængu fór í Barentshafi núna sem hann gerði ekki á sama fjórðungi fyrir árið síðan. Vestmannaeyjaskipin gengu vel, fiskuðu vel á tímabilinu. Við lokuðum bolfiskvinnslunni á Seyðisfirði og við lögðum Fjölni einu skipi áramót. Það er samdráttur í afkomu á fjórðungnum miðað við sama ársfjórðung árið áður. En við erum að sjá góðar horfur í fiskgildunni og hjá hlutdeildarfélagi okkar Arctic Fish. Fyrsti fjórðungur þar var góður og það hefur gengið vel þar það sem af er ári. Eldisþátturinn hefur gengið vel, leyfin er í höfn, þannig að þar held ég að sé full ástæða til að horfa til bjartari tíma framöndan. Ég ætla bara að skella mér í lykiltölur fjórðungsins. Rekstrartekjur námu $81,4 milljónir og voru 131,5 ári áður, 50 milljóna munur. EBITDA 19,2 á móti 39,6, mikil sveifla. Og EBITDA hlutfall 23,6% á móti 30,1 sem helgast auðvitað af því að við erum að veiða mun minna af uppsjávarfiski og loðnuvertíðin fór eins og hún fór. Hagnaður tímabilsins $11,3 milljónir í staðinn fyrir 29,5. Við veiddum 42.000 tonn á uppsjávarskipið í staðinn fyrir tæp 90.000 tonn árið áður. Við framleiddum 20.000 tonn af afurðum í staðinn fyrir 48.000 tonn, þannig að þið sjáuð á þessum framleiðslu og aflatölum að það er auðvitað gríðarleg sveifla niður í þessu sem að skýrir náttúrulega þessa sveiflu í tekjum, EBITDA og hagnaði tímabilsins. Eignir samstæðunum nema á tímabilinu $1.071,4 milljónir. Eigið hlutfall 58,4%. Handbært fé nemur $68,9 milljónir og nettó vaxtaberandi skuldadeild með EBITDA er 2,2 og meðalgengi tímabilsins á dollar 137,2. Ef við förum aðeins betur í uppsjávaraflann á tímabilinu þá veiddu skipið eins og þarna sést, vorum við með 3 uppsjávarskip í rekstri. Þau veiddu 31.500 tonn í staðinn fyrir 79.100 tonn árið áður. Og eftir tegundum þarf ekki að horfa lengi því við veiddum eingöngu kolmunna, 31.400 tonna kolmunna í staðinn fyrir 79.000 tonn árið áður af loðnu og kolmunna. Það munar vissulega tæplega 59.000 tonna afla af loðnu. Ef við skoðum stöðu heimilda hjá okkur þá samanburði við síðast á líka þá eigum við eftir að veiða það sem af er árið, norsk-íslensku síldina 13.200 tonn. Kvóta þar eru niður eins og áður hefur komið fram. Við vorum með 21.000 tonna síðan tímabili fyrra sem áttum eftir. Makríl hefur ekki verið úthlutað, við erum að reikna með að þar eigum við eftir að veiða 6.600 tonn og úthlutað okkar nemi 14.000 tonnum sem er samdráttur frá síðast ári í magni. Við eigum eftir að veiða 58.000 tonna kolmunna, þar var 91.000 tonna úthlutun og í síldinni eigum við eftir að veiða 13.800 tonn í íslensku síldinni. Við fengum úthlutað aflamark 13.800 tonn og erum búin að veiða þann kvóta, eigum ekki nema 600 tonn eftir. En íslensku síldinni verður síðan úthlutað núna í byrjun júní og fyrir næsta haust.
Nú uppsjávar vinnslan hjá okkur, fiskimjölsverksmiðjun, það bræddi einhver 56.400 tonn á móti 114.000 tonnum árið áður. Frystingin hjá okkur tók 1700 tonn á loðnu í staðinn fyrir 17.300 tonn í fyrra. Þar af 5.500 tonn á loðnurhognum sem voru ekki framleidd í ár. Og framleiðsla uppsjávarafurða nemur 17.500 tonnum á móti 43.700 tonnum í fyrra. Nú bolfiskaflinn á tímabilinu er 10.500 tonn í staðinn fyrir 10.800 tonn á sama tímabili í fyrra. En þarna erum við að sjá aukningu á frystitogaranum Blænk. Hann fór í Barentshafið á tímabilinu og veiddi einhver rúm 800 tonn á þorski, þannig að hann er með 850 tonn á veiði, 500 tonn upp frá síðasta ári. Togararnir hjá okkur veiða 5.300 tonn og línuskipið 3.300 í staðinn fyrir 4.500 tonn árið áður. Þarna kemur bara fram minnkun vegna þess að við lögðum Fjölni einu að línuskipa vísis á tímabilinu. Nú við veiddum 4.800 tonn á þorski, en þar var eins og áður segja 800 tonn í Barentshafið, þannig að í rauninni er samdráttur 500 tonn í þorskveiðum á tímabilinu hér á heimamiðum. Nú staða aflaheimilda í þorski, þá fengum við 15.600 úthlutað og við eigum eftir að veiða 4.700 tonn, ívið aðeins meirinn á sama tímabili í fyrra. Við eigum eftir að veiða 2.700 tonn á ísutæp, við eigum eftir að veiða 4.200 tonn á ufsa, tæp 1.450 tonn af gullkarfa og 427 tonn af gráluðu. Svona þessar helstu bolfisktegundir standa ágætlega, þannig að við höfum ágætisverkefni að vinna úr kvótaári. Nú vinslun hjá okkur, eins og áður sagði, þá hættum við vinslu á Seyðisfirði en þarf að tekja á móti 245 tonnum á árinu. Þarna sjáum við vel sveifluna sem hefur orðið á Reykjanesi og á starfsemi vísis. Að á fyrsta ársfjórðungi fyrir ári síðan unnum við 3.150 tonn. Nú, við unnum ekkert í frystihúsinu í Grindavík á þessu fjórðungi. Þannig við sjáum sveifluna þar. Nú saltfiskvinnslan hjá okkur, við tókum á móti 3.000 tonnum rúmum í saltfiskvinnslur okkar sem er aukning frá síðasta ári. En þá voru þetta 2.500 tonn. Og það helgast auðvitað fyrst og fremst að því að við settum upp bráðabirgðavinnslu í Helguvík fyrir vinslu inn á Portúgal sem einföld vinsla sem gekk ótrúlega vel. Nú framleiðsla afurða á tímabilinu, við framleiddum einhver 2.700 tonn af bolfiskafurum á móti 4.300 tonnum árið áður. Og við förum nú aðeins í rekstrarreikninginn. Rekstrartekjur námu $81,3 milljónir á móti 131,4. Það er $50 milljóna sveifla. Og bara til þess að setja þetta í samhengi við tölur að þá vorum við að velti loðnuvelti á fjórðungnum fyrir einhvern $70 milljónir sem voru framleiðsluverðmæti þeirra verði. Þannig að þetta er auðvitað mikið stökk. Nú rekstrargjöldin $62,1 milljón á móti 91,9. Þarna er þetta niður 29,7. EBITDA $19,2 milljónir á móti 39,5. Þarna er mikil sveifla $20 milljónir. Afskriftir $4,6 milljónir. Rekstrarhagnaður er þannig 14,5 á móti 34,6. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæðar $2,1 milljón, voru jákvæðar $400.000 í fyrra. Nú áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru jákvæðar $1,5 milljón, voru jákvæðar $1,4 milljón í fyrra. En breytingin þarna er sú að við erum að fá jákvæðar tölur inn í reikningin út af rekstri Arctic Fish. Á sama tíma við erum með neikvæðar tölur út af rekstri Polar Pelagic, grænlenska hlutdeildarfélagsins sem auðvitað lenti í loðnubresti eins og allir aðrir. Nú hagnaður fyrir skatta nemur þannig $13,9 milljónir, reiknaður tekjuskattur 2,7 og hagnaður tímabilsins er þannig $11,2 milljónir. Ef við skoðum aðeins bara hagnaða brúna, þá erum við með $29,5 milljónir hagnaður á fyrsta fjórðungi síðasta árs. Nú EBITDA fyrir $20,3 milljónir, afskriftir enda minnka $274.000, fjármagnsliðir taka til sín $2,5 milljónir, hlutdeildarfélög, þar er breyting óveruleg upp á $124.000, tekjuskattur, hann lækkar reiknaður tekjuskattur $4,2 milljónir, eðlilega þegar hagnaður minnkar.
Nú hagnaður tímabilsins nemur þannig 11,2 milljónum dollara. Nú ef við förum í starfsþáttayfirlitið þá er útgerðin hjá okkur með 35 milljónir dollara í tekjur og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir upp á 7,6. Landvinnslan er með 60,2 milljónir dollara í tekjur og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir upp á 13,2. Nú annað sem er þá fóðurverksmiðjan Laxá, erlendu dótturfélög Vísis, sölufélögum Cabo Norte og Piteas ásamt stjórnunarkostnaði er með 17,9 milljónir dollara og þar er kostnaður eða tap upp á 1,6 milljónir dollara. Þannig erum við með samtals rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 19,2 milljónir dollara á samstæðunni og þið sjáuð þarna eigin afli 23,2 milljónir dollara sem er tekin út í samstæðufærslu og jöfnunarfærslu upp á 8,4 milljónir dollara. Nú við erum með þannig að hagnaður tímabilsins er 11,2 milljónir dollara. Skiptist þarna milli, sjáðu þarna skiptingur á milli eininga. Nú EBITDA brúin, hún er 39,5 milljónir dollara fyrir árið síðan á fjórðungnum. Hún er niður í útgerðum 12 milljónir dollara, niður í vinslunni 8,4 milljónir dollara og annað er upp 161.000 dollara og þannig er EBITDA tímabilsins 19,2 milljónir dollara. Nú ef við aðeins skoðum efnahaginn, þá erum við með óefnislegar eignir upp á 497 milljónir dollara í aflaheimildum og þarna er smá sveifla niður sem að helgast bara að smávægilegum gengismun á milli síldarafurða sem er gerð upp í dollar og dótturfélagana eða sem sagt Vísis og Bergshugins sem eru gerð upp í eurum og íslenskum krónum, þannig að það er svona smá þýðingarmunur þar á milli. Rekstrarfjármunir eru upp á 239,9 milljónir dollara og þar er breyting lækkun upp á 2,6. Nú fjárfestingar, eignarhlutir í hlutdeildarfélögum eru bókfærðar 140 milljónir dollara og þar vegur náttúrulega langt þyngst bara hlutdeild okkar í Arctic Fish annars vegar og Polar Pelagic hins vegar. Nú þannig að fjárfestingar eru upp á 142,9 milljónir dollara. Fastafjármunir nema þannig samtals 880 milljónir dollara. Nú veltufjármunir byrðir eru í 80 milljónir dollara, fara niður 6 milljónir dollara. Viðskiptakröfur 35,3 milljónir dollara sem eru sambærilega við árið áður. Aðrar skandíokröfur 7 milljónir dollara og handbært fé er 68,8 milljónir dollara. Þarna er sveiflu upp á 12,7 milljónir dollara sem þið sjáðu í sjóstreyminu á eftir. Þannig nema veltufjármunir samtals 191,3 milljónir dollara. Og eignir samtals 1071,3 milljónir dollara. Nú eigið fé félagsins er 625,7 milljónir dollara og lækkar 18,7 milljónir dollara sem er helgast annars vegar þýðingarmun og auðvitað útgreiðslu og arðgreiðslu á tímabilinu. Nú langtímaskuldir nema 364 milljónir dollara, þar af er tekjuskattsskuldbinding 102,7 milljónir dollara. Skammtímaskuldir er 81,5 milljónir dollara. Þannig eru skuldir í samstæðunni samtals upp á 445,6 milljónir dollara. Eigið skuldir nema þannig samtals 1071 milljón dollara. Nú sjóðstreymi tímabil fjórðungsins í upphafi árs vorum við 81,6 milljónir dollara í handbæru fé. Veltufé þá rekstri nam 19,1 milljónir dollara. Greiddi vextir og skatta taka til sín 7,8 milljónir dollara. Rekstrartengdir eignir og skuldir lækka 11,8 milljónir dollara. Varanlegir rekstrarfjármunir taka til sín 3,2 milljónir dollara sem er fjárfesting í annars vegar fiskimjölsverksmiðjunni og innviðum og framleiðslubúnaði. Nú fjármagnarhreyfingar taka til sín 32,6 milljónir dollara sem eru arðgreiðsla og niðurgreiðsla á lánum. Þannig er handbært fé í lok tímabils 68,8 milljónir dollara. Nú ég hef alltaf frá því að félagið var skráð og við erum í rauninni núna
ekki 27. maí er síldarvinnslan að eignast, eru 3 ár síðan síldarvinnslan var skráð á markað. Að við höfum alltaf, tókum þá stefnu strax í upphafið að gefa markaðnum ákveðna tilfinningu fyrir því hvernig við sæðum árið, afkomuspá fyrir árið út frá EBITDA áætlun. Og vissulega þegar menn horfa á þetta súlurrit línurrit þá er alltaf erfiðar að gefa út lægri tölur en hærri tölur, leiðilegt að fara niður en það er bara eins og það er. Við viljum bara reyna að vera svona raunsá á stöðuna og upplýsa alla það eins og það er. Við erum að áætla EBITDA á tímabilinu 74 milljónir pluss mínus á bilinu 74 til 84 milljónir dollara. Við vorum 122 milljónir dollara í EBITDA í fyrra, við hækkuðum þá spá undir lok árs vegna góðs gengis. Við erum auðvitað sjávarútvegsfyrirtæki og það eru sveiflur og við erum með forsendur á bakvið þessa tölu. Við erum auðvitað að reikna með úthlutun aflaheimilda að verði sambærileg og frá fyrra ári í okkar helstu nýtingarstofnum. Við erum að reikna með stöðugum mjöl- og lýsismörkuðum og verðum þar. Við gerum ráð fyrir háum orkukostnaði áfram. Við höfum verið að brenna olíu sem er daburt. Við erum að gera ráð fyrir að loðnurhognabirgðir, þær seljist að stóru leyti. Við erum að reikna með að afurðaverð verði haldið stöðug miðað við þau verð sem við erum að horfa á í dag og hljóðið í markaðnum eins og það var á sjávarútvegssýningu í Barcelona. Þar sem við tökum svona púlsinn á okkar helstu markaðssvæðum og kaupendum. Og við erum inni í þessari áætlun líka, áætlun að við getum nýtt vinnslur okkar í Grindavík allavega að hluta. Ekki á fullu en að hluta. Nú þeir fiskistofnar sem að óvissuþættir eru alltaf í sjávarútvegi, þeir fiskistofnar sem við erum að byggja áætlun á breytum gönguvinstur eins og til kolmunin eða norsk-íslenska síldina, þá þetta er breyting. Við erum líka með ef að nýja viðskiptahindranir eða markaðssvæði lokast. Það er ófriður í heiminum og við getum ekki séð fyrir í hvað áttir hann fer en miðað við fréttaflutning þá er ákveðin stigmögnun þar. Við getum komið inn í okkar rekstrarumhverfi. Nú ef að hækkanir á aðföngum verði hóflegar en það er ekki fram úr hófi og eins erum við með óvissu í þróun eldsumbrota í Grindavík. Það er engin launung á því. Þannig að þetta er okkar spá eins og hún lítur út í dag. Nú ef við reynum aðeins að rýna í framhaldið frá því að fjórðungnum lauk að þá að ég geti sagt að kolmunna við að gengu ótrúlega vel í apríl og fram í maí og veiðum er lokið. Við vorum að sjá mjög stuttatúra, stuttafara, gekk vel að veiða sem kemur fram í mun hagstæðari sóknarkostnaði, mun minni olíunotkun og betri afla, betri gæðum. Við ákváðum samt að geyma ákveðinn hluta kolmunnakvótans til haustsins, einfaldlega út af því að með haustinu þá kemur meiri fita og lýsisnýting í fiskinn og þá meiri verðmæti. Nú, við vorum með verksmiðjurnar í samfelldri keyrslu á fiskmjölsverksmiðjurnar í apríl og maí. En við höfum keypt þar á olíu eins og áður sagði sem þetta bara vonbrigði að við séum ekki með aðgang að rafmagni, búin að rafa þær að fullu og það þetta verkefni allra Íslendinga að leysa. Það er búið að losa mikið af birgðum á fyrstu mánuðum ársins. Nú, óvissan á Reykjaneska heldur vissulega áfram og verkefni næstu missera þetta að halda áfram að fókusera á aðlögun bolfiskhluta starfseminnar að nýjum veruleika sem vissulega hefur verið áskorun og sérstakt að vera með landris og eldgos í bakgarðinum á okkar helstu framleiðslueiningum í bolfiski og það er bara eitthvað verkefni sem að okkar starfsfólk og við erum meðvituð að það er ekkert einfalt en við munum halda áfram að vinna okkur í gegnum það. Og við horfum aðeins betur á Grindavík að það er óvissa í kringum starfsemina. Við erum búin að vera með meiri hluta starfsmanna á úrræði ríkisins eða sem settum að launaskrá í febrúar eða í byrjun árs.
En við komum upp vinnslu í Helguvík eins og áður hefur sagt og við sáum við Magtólum og það gekk í rauninni ótrúlega vel á báðum stöðum og starfsmenn Vísis, þeir sem koma að því að koma upp vinslunni í Helguvík og koma henni í gang og við unnu þetta ákveðið þrekvirki. En þeirri vinslu líkur núna á sjómandag einfaldlega því að við höfum ekki kæla eða aðstöðu til að vinna þar inn í sumari. Við erum þessa dagana að starta upp meiri vinslu í Grindavík. Við erum byrjuð að verka saltfisk eftir páska, byrjuðum þá og við höfum verið að keyra frystihúsi á lágmarksmannskap, höfum verið að taka fisk núna síðustu viku og prófa að keyra okkur í gang þar aðeins. Starfsmannafjöldi er helmingur af því sem var áður en við lentum í þessum atburðum. Erum aðeins að fjölga í maí og svona keyra vinsluna aðeins í gang og sjá hvernig það gengur. Það auðvitað bara mikil óvissa en við leggjum auðvitað upp úr góðu samstarfi við viðbragðsaðila á svæðinu og starfsfólk og höfum auðvitað líðan og öryggi starfsmanna að leiðarljósi. Það auðvitað númer 1, 2 og 3 og það búið að koma upp viðbragðsáætlun og aðgerðaplön til að bregðast við atburðum. Það gistir enginn á okkar starfsfólki í Grindavík, við lokuðum verbúðinu þar en leigðum hús í Reykjanesbæ, þannig að það flestir okkar starfsmenn eru búin að koma sér fyrir í nálægum sveitarfélögum og hafa í rauninni staðið sig ótrúlega vel og samstarfið verið gott. Nú, ef við höfum aðeins í markaðina þá makríllinn komandi makrílvertíð, við erum nokkuð bjartsýnir með hana. Við erum búin að selja afurðir 2023 og við erum að afhenda svona restin á þeim núna. Þessi uppsjávarvertíðar eru þannig að við framleiðum alltaf mikið magn á stuttum tíma á vertíðum. Svo erum við að mjatla þetta út það sem eftir lifir næstu mánuði eftir. Og makríll hefur fengist og sést í afla kolmunnaskipanna vestan við Færeyjar núna í lok kolmunnavertíðarinnar, þannig ég held að við séum alveg bjartsýn í dag á að makríll veiðist, en auðvitað getum við ekki sagt til það fyrir vertíðin byrjar og við sjáum hvað hann verður og í hvaða magni. Nú síldin, þar erum við líka búin að selja alla síldar á síðustu vertíð og við teljum að það sé gott útlit fyrir komandi vertíð. Það samdráttur mikill í norsk-íslenskum kvótum eins og þið sáuð áðan. Við erum að vonast eftir aukningu í síldinni í íslensku. Það var gerð breyting á reiknireglu þar út frá aflareglu. Þannig að ég erum að vonast til þess að sú breyting muni skila okkur einhverju aukningu í ár og það eru góða fréttir. Hún að sækja í sig verið markaðslega líka, hún MSC-vottuð og við unnum mun meira á íslensku síldinni fyrir allir manneldis en árið áður, einfaldlega því að ástandið á henni var gott, stærðin var góð og það gekk vel að koma henni í sölu. Nú loðna, við framleiddum lítið af loðnu og þessi 1700 tonn sem komu, það hefur gengið vel að selja þau og það allt í góðu ferli. Loðnurhögnin, það til mikið að birgðum í landinu frá síðustu vertíð. Það var framleitt gríðarlega mikið eins og við vitum, allavega 2 ára neysla, ekki meira. En salan hefur verið að taka við sér á síðustu missurum og eftir sjávarútvegssýninguna í Barcelona þar sem að menn hittu kaupendur, allflesta og mjög marga, þá hafa menn góða vonir að það sé að fara þokkalegri hreyfing á sölu loðnurhögna. Mjöl og lýsi, það stóri kvótar í Suður-Ameríku, það búið að framleiða mikið í Perú. Eins var náttúrulega búið að veiða mikið kolmunna við norðan Atlantshaf í vor. Þannig hefur verið aðeins þrýstingur á verði núna sem öðrum aðsjónungi en ég held að það sé nú gott útlit inn í sumarið, bæði fyrir mjöl og lýsi. Það auðvitað laxinn fer að borða meira, sjórinn hlýnar og fóðrun eykst og þá bara reynslan svo og þá eykst eftirspurn og neysla á mjöl og lýsi. Nú það mikil eftirspurn eftir mjöl og lýsi úr afskurði frá síld og makríl vinnslu einfaldlega því að það með lífræna vottun og verið að fara í ákveðnar uppskriftir á lífrænu fóðri. Bolfiskmegin, þar held ég að við getum líka bara borið okkur þokkalega vel þegar kemur að mörkuðum. Sjófrystimarkaðir hafa verið að taka vel við sér eftir að hafa náttúrulega lent í mikil lægð. Þá höfum við verið að sjá stíganda á Bretlandsmarkuðum fyrir þorsk og ýsu. Asíumarkaðir hafa alveg haldið sér og verið þokkalegir þrátt fyrir að efnahagurinn í Kína hafa aðeins verið að gefa eftir.
Sala á ferskum afurðum hefur verið góð það sem af er ári. Þetta höfum við ekki verið mikið með þar, einfallega út af stöðunni í Grindavík. Nú saltfiskmarkaðir hafa verið stöðugir og sölur þar hafa gengið ótrúlega vel. Og til dæmis er búið að selja nánast allt sem framleitt var til Portúgal í vinnslunni sem komum upp í Helguvík. Og nánast staðgreitt og markaðir sterkir og verð mjög góð. Það hefur verið hægt á léttseltuðum mörkuðum, sérstaklega á Spáni. Ítalíumarkaður er góður hefur verið okkur farsæll í saltinu og þrátt fyrir alla þessar óvissu tíma og rask á Reykjanesi þá hefur okkar fólki hefur tekist að fæða þessa markaði og halda okkar viðskiptatengslum og kúnnum nokkuð sáttum. Þannig að í lokin þá held ég að við getum vel við unnað. Auðvitað eru allir að sjá sveiflu í afkomu og við erum að sjá mikla sveiflur í magni. Það er ein loðnuvertíð sem bara hvarf og við horfum bara björt á það sem er framöndan. Við erum að lögum við skipum áramót. Við erum að fara í gegnum enn frekari hagræðingar í útgerðarþætti félagsins og munum ná því fram. Og við munum ná að leysa þennan vinnsluþátt og þessa óvissu sem er í Grindavík. Við erum að vinna í því alla daga að teikna upp sviðsmyndir. Og þannig að við ætlum ekkert að, þetta er bara eins og er í sjávarútvegi og í útgerð, að það eru sveiflur og stundum förum við í túra sem við slítum veiðarfærin aftan úr og veiðum ekki neitt, en þá er ekkert nema að koma í land og fá sér nýtt veiðarfæri og fara í annan túr og halda áfram. Þannig að við erum ekkert bangin við það, en auðvitað sjáum við það að loðnubresturinn er aðeins að hefur mikil áhrif og ekki bara inn í fyrirtækin, líka inn í samfélögin, hjá starfsfólkin okkar, öllum sem að þessu koma. Þannig að það er gríðarlegt tekjubrestur í samfélaginu og hjá þjóðinni allri þegar eitt stykki vertíð upp á kannski 40–50 milljarða bregst. En að þessu sögðu þá er einhverjar spurningar? Þá ætla ég bara að þakka ykkur sem gáðu ykkur tíma að horfa á streymið. En fyrir ykkur sem eru annar staðar en í Neskaupstað, vil ég bara segja við ykkur að þið hefðu betur verið hér. Það er ofboðslega gott veður hérna úti. Takk fyrir í dag.